Það mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki eins og Landsvirkjun að vita vel hvaða áhrif við erum að hafa á umhverfið okkar. Við viljum vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og við leggjum mikið upp úr því að greina og þekkja því áhrif sem við erum að hafa á umhverfið. Í umhverfisstefnu Landsvirkjunar þá segir að við ætlum að vera í fararbroddi á sviði umhverfismála og stuðla sjálfbærri þróun í samfélaginu. Við erum raunverulega að segja að við ætlum að vera best og það er það sem við stefnum að. Á Norðausturlandi rekur Landsvirkjun 2 jarðvarmastöðvar í Bjarnarflagi og í Kröflu. Svo þriðja, Þeistareykjavirkjun, er í byggingu og er áætlað að hún komist í rekstur haustið 2017. Umhverfisvöktun felur í sér síendurteknar mælingar á ákveðnum og jöfnum tímabilum til að fylgjast með framvindu og áhrifum á umhverfi. Í þeim tilgangi þá hefur við skilgreint umhverfisþætti, hvernig við erum að nýta auðlindir og þetta eru umhverfisþættir sem varða bara áhrif á náttúru og lífríki. Við erum að vakta alla þessa fjölmörgu þætti til að sjá hver áhrifin eru til þess að geta gripið til mótvægisaðgerða og dregið úr ef áhrifin eru neikvæð. Flest verkefnin snúa að vöktun á jarðhitaforðanum og það skiptir náttúrulega máli að fylgjast vel með því og þekkja auðlindina vel. Við fylgjumst með virkni jarðhitans á yfirborði. Hann er kortlagður á hverju ári, útbreiðsla jarðhitans og það er fylgst með því hvort að einhver svæði er að hitna eða kólna. Því auðvitað er það þannig að þetta eru lifandi kerfi sem breyta sér bara af náttúrulegum ástæðum. Vöktunarsagan segir okkur svolítið það hvernig strúktúrun er á jarðhitakerfinu. Jarðhitakerfi eru að megin hluta til byggð upp af stórum sprungum þar sem að heitt vatn er að komast hærra upp í jarðlögin og þar af leiðandi náum við orkunni upp á yfirborðið með viðráðanlegri fyrirhöfn. Þetta er það sem að skiptir gríðarlegu máli þegar við erum að bora nýjar holur og virkja jarðhitasvæði með þessum hagkvæmustum hætti. Einn þáttur í vöktun sem að Íslenskar orkurannsóknir sinna fyrir Landsvirkjun er að fylgjast með skjálftavirkni. Niðurdæling getur orsakað jarðskjálfta þegar affallsvatnið frá virkjununum er dælt niður í borholur, kannski niður á 2000 metra dýpi eins og gert er í Kröflu og hafa þess vegna verið settar upp skjálftamælistöðvar. En þessar stöðvar mæla mjög litla skjálfta. Þessar upplýsingar geta einnig gefið okkur upplýsingar eðli og innri gerð jarðhitakerfisins. Við getum kortlagt sprungur út frá því hvar þessi skjálftar raða sér á hugsanlega einhverja línur eða stefnur. Í allt gengur þetta út á það að finna sprungur í berglögunum, þar sem að vökvinn er á ferðinni og reyna að ná honum þannig upp til yfirborðs borholur. Annar umhverfisþáttur sem við erum að vakta hér á svæðinu er grunnvatnið. En það er auðlind sem við erum að nýta. Við nýtum grunnvatn til kælingar í aflstöðvunum. Í grunnvatnsstreyminu sem streymir frá aflstöðvunum. Líka til þess að fylgjast með hvort við séum nokkuð að hafa áhrif á grunnvatni sem þá að fara eitthvað annað sem aðrir getur verið að nýta. Ná tökum þá sýni reglulega. Og í grunnvatninu þá erum við að taka sýni á mörgum stöðum, einhverjum 30 stöðum, og borholum og lindum og laugum. Þessu safna saman og fylgst með hvort einhverja breytingar eru. Sérstaklega erum við náttúrulega að fylgjast með efnum sem gætu valdið eituráhrifum í umhverfinu. Hér erum við komin að Hlíðardalslæk. Hlíðardalslækur á upptök sín upp í Kröflu, þar sem hann er að hluta til náttúrulegt afrennsli á Kröflusvæðinu. Hérna tek ég sýni til efnagreininga af vatninu til þess að fylgjast með og vakta hvort að skiljuvatnið frá Kröflustöð er að hafa einhver áhrif á grunnvatn hér langt sunnan virkjunar. Og í stuttu máli sagt þá höfum við ekki séð
að þetta skiljuvatn hafi enn sem komið haft nein áhrif á grunnvatni hérna. Vissulega mælum við pínulítið af því hér í læknum en það eyðist og hverfur í þessum stóra grunnvatnsstraum sem að koma hér sunnan úr hálendinu, sunnan frá Vatnajökli og blandast við þetta vatn. Fyrirframkvæmdir framkvæmt mat á umhverfisáhrifum. Þar eru teknar punktmælingar á öllum helstu lífríkisþáttunum. Þar erum við að tala gróður, það gróðurkortlagning, það skoðaður þéttleiki mófugla og skoðað hvaða mögulega áhrif framkvæmd og svo rekstur gæti haft. Þá kannski eins og hérna Þeistareykjum komist að því að hér að finna jurt sem heitir naðutunga sem á válista. Það eru mikilvæg hverir og laugar og jarðmyndanir sem þarf að varðveita og þá er reynt í skipulagsferlinu að hanna framkvæmdina þannig að það snerti ekki þessi svæði. Það er ekki við sjálf eingöngu sem erum að vakta okkur. Það eru ýmsir sérfræðingar frá stofnunum sem koma að hjálpa okkur og gera þessar rannsóknir. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að fylgjast með áhrifum á svona stóri framkvæmd og þá sérstaklega að horfa til þess að vakta áhrif brennisteinsvetnis sem kemur frá virkjuninni og hvaða mögulega áhrif þau getur haft á gróður. Og Náttúrustofan hún tók að sér að setja upp gróðureyti. Þeir eru síðan staðsettir í mismikilli fjarlægð frá virkjuninni. Síðan erum við líka með reyti sem eru utan áhrifasvæðis virkjunar. Þannig við höfum sérst viðmiðin. Ef eitthvað fer að sjást óvanlegt í reitunum næst stöðinu, þá fórum við líka að skoða hvort að það er eitthvað sem er að gerast líka í viðmiðinu reitunum. Náttúrustofa Norðausturlands hún er að fylgjast með fuglum hér á Þeistareykjasvæðinu og það snýr að þessum tegundum sem er að verpa hér og það eru fyrst og fremst mófuglarnir sem verpa og svo fálkinn. Í okkar vöktun þá fylgjumst við með mófuglunum þéttleika þeirra á ákveðnum talningapunktum sem við teljum á hverju ári, metum þéttleika og berum svo saman frá ári til árs. Síðan höfum við fylgst með fálkanum og það er svona, höfum við eiginlega verið í tengslu við Náttúrufræðistofnun en þeir rannsaka fálka hér í Þingeyjarsýslu og við fáum svona upplýsingar hjá þeim hvernig staðan er. En fálkinn er svona viðkvæmur fugl sem er mjög vel verndaður, þannig að það þarf að passa vel upp á hann. Hann er á válista. Fyrirkomunar hljóðmælinga er þannig hjá okkur að við eigum mælana og rekum þá. Það er annars vegar framkvæmdar handmælingar sem starfsmenn okkar í Kröflustöð framkvæma. Síðan erum við með rauntímamæla. Einn er á Þeistareykjum, annar við Kröflustöð og einn á mastri sem við erum með við Reykjahlíðarskóla í Reykjahlíð. Næstu nágrannar okkar, það eru fjölsóttir ferðamannastaðir, það er Víti, það er Leirhnjúkur, það er Jarðböðin. Við höfum sett okkur strangari hávaðamark, hreinlega vegna sem við veljum vera góði grannar. Annað sem við erum að fylgjast með er losun gróðurhúsalofttegunda sem er þá koldíoxíð og metan en einnig líka brennisteinsvetnis sem er jarðhitaloftegund. Með orkuvinnslu, jarðvarma, þá fylgir losun á ýmsum tegundum af gasi. Hér er náttúrulega líka náttúrulega losun frá þeim hverum og laugum sem hér eru. Þess vegna er svo mikilvægt, þegar við erum að koma inn á ný svæði eins og hérna á Þeistareykjum, það er að þekkja grunnástandið. Svo þegar við förum í vinnsluna, þá er auðveldara með að sjá hversu mikla breytingar er að eiga sér stað og veitir okkur aðhald til að grípa til aðgerða ef með þarf. Við sem sagt fylgjumst vel með og mælum brennisteinsvetni og losun þess sem reyndar hefur alltaf verið gert en við erum líka með mæla niður í byggð til þess að upplýsa almenning þessa losun. Því lengur sem þú vaktar, því dýrmætari og mikilvægari verða upplýsingarnar. Þú ert komið með 20, 30, jafnvel 100 ára seríu, þá ferð að sjá miklu betur ákveðin form og munstur út úr því sem þú ert að gera. Við viljum í framtíðinni geta hannað virkjanir með þessum minnstum umhverfisáhrifum
og eins viljum við leita leiða til að draga úr þeim umhverfisáhrifum sem við höfum á virkjunum í dag. Þannig að þess vegna er mjög mikilvægt fyrir okkur að vakta og fylgjast vel með áhrifum sem orkuvinnsla óhjákvæmilega alltaf hefur í för með sér. Við útgáfu nýra leyfa til nýframkvæmda þá horfum við til þeirra reynslu sem að söfnuð hefur verið gegnum áratugina og þar í sjálfu sér treystum við leyfishafanum sem að bera ábyrgð á sinni starfsemi til þess að sinna sínu eftirliti og við í reynd höfum eftirlit með að þau hafi eftirlit með sjálfum sér. Við berum alltaf ábyrgð á umhverfisvöktuninni og þurfum að vera að fylgja skilyrðum og kröfum sem eru sett í leyfum og lögum og reglugerðum og sumt er líka kröfur sem við setjum, eða Landsvirkjun setur á sig sjálf. Á hverju ári skilar leyfishafinn gögnum til okkar sem við förum svo yfir, sem gefur okkur tilfinningu fyrir heilsu auðlindarinnar. Við erum með allar skýrslur sem koma frá hinum ýmsu stofnunum og ráðgjöfum. Það eru allar aðgengilegar bæði í gegni og svo í umhverfisskýrslu Landsvirkjunar sem er birt á ytri vef fyrirtækisins. Og þetta gerum við til þess að sem flesti geti farið og skoðað og kynnt sér þær rannsóknir sem verið að gera og einmitt líka veitt okkur aðhald og spurt okkur hvernig við erum að standa okkur. Þess vegna er mjög mikilvægt að það séu ekki bara eftirlitsaðilar sem eru að skoða okkur, heldur líka almenningur. Við getum alltaf gert betur og það er áskorunin sem við stöndum alltaf frammi fyrir. Það er að gera betur.